í 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já, Bogi, staðan hér, já. Í Hafnarfirði er þannig að FH skorað 1 mark og Valur ekkert. Það var Guðjón Árnason sem var hér að skora fyrsta mark leiksins fyrir FH. Sjáum hér markið aftur, hægt. Glæsilegt skot hjá Guðjóni. Já, ég heyri Boga. En þú mátt kannski gefa nú aðeins meiri kraft til mín, getur það? Ég er með hann á botni hjá mér. Það er allt í lagi, þá sætti ég mig bara við það. Þá er þetta bara verra eyrað. Já, já. Aðlega meðan fréttirnar eru sko, ég sjái. Hver skoraði fyrir Val, Lára? Ólafur, já. Angel, það hefði nú ekkert verið farið hérna menn, hefði bara staðið í kjör. Já, það er mikið með afmæli, Bindi. Já. Já. Alltaf á sama stað. Jæja, Dana mín, nú er ég staðinn á fætur. Og Geiri. Já, já. 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 Ókei. Hvað er
Já. Ég sé ekki alveg á, það eru örugglega á 3000 manns hérna. Já. Jú, það óhætt að segja það, Bogi, það rífandi spenna og mikil læti hér á 3000 manns að hvetja þessi 2 lið til dáða. Valur búinn að vinna 2 leiki í þessari viðureign við FH. FH 1 vinni Valur í kvöld, að þá liðið Íslandsmeistari og það óhætt að segja að það væri vel tímasett hjá Valsmönnum því að félagið á 82 ára afmæli í dag. Staðan hér núna þannig að FH hefur skorað 5 mörk og Valur 4 og það Guðjón Árnason sem þarna fyrir miðju í sókninni hjá FH, fyrirliðinn sem hefur farið hamförum, búinn að skora 4 mörk af 5 mörkum hjá FH og FH hefur verið þetta 2 mörkum yfir lengstum í leiknum. Nú það eru liðnar 8 mínútur af leiknum, við fáum skot frá Kristjáni Arasyni hér sem Guðmundur Hrafn Kjellsson og við ætlum að sýna þennan leik beint seinni hálfleik síðar í kvöld. En við látum hér staðnum í bili, segjum frekar frá gangi mála, hér í Kaplakrika undir lok fréttatímans. Hver átti þetta? Ingi? Gulli? Sko, það er hérna, ég held að það sé einhver helvíti straugur sem eftir okkur. Það gerist aldrei neitt ef við komum inn í fréttum. Og sko, við verðum bara að eiga síðasta mark á slói. Við verðum að sýna mark. Næst eigum við það klárt. Já, en láttu við samt bara Ambex vera með klárt mark. Þá getum við bara hendi í það ef það stopp á vellinum. Það bara því ég var ekki búinn að nefna það, þá lagði ég ekki að byrja það. Byrjum æfingu, já. Það eru liðnar núna 9,5 mínúta af þessum leik. Staðan jöfn, 5 mörk gegn 5. Valsmenn hafa heldur þá 8 á brattan að sækja gegn FH sem byrjuðu vel en hafa nú náð að jafna. Geir Sveinsson, fyrirliði þeirra hefur skorað 2 mörk. En hér Guðjón Árnason kominn, fyrirliði FH-inga með 7. mark FH og 5. mark sitt, hvorki meira en í minna. Hann í gríðarlegum ham, Guðjón Árnason núna, Jóhann Ingi Gunnarsson. Við erum að prófa okkur aðeins. Ég heyri ekki. Nei. Ekkert í þessu? Ekkert í tíma bara svona. Já. Heyrðu. Þetta í bótt hérna rauða. Hækkar Gulli. Heyrðu. Það er fyrir ekki hvort
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nú. Sjá. Jæja. Þeir eru í mér núna? Já, bara, ekki? jú, þetta er betra. Já, þá er það komið í botn, sko, það er, já. Ég heyrði þér allir hvað ég var að stilla. Já, já, það var í lagi. Ok, svona átt að vera í lagi. Staðan 6 mörk gegn 5 FH í hag og FH-ingar haft hér rífandi byrjun undir forystu Guðjóns Árnasonar fyrirliða en hér eru valsmenn að fá vítakast. Það er Valdimar Grímsson sem fiskar þetta vítakast og er ekki líklegt að hann taki það hreinlega sjálfur. Alveg trúbann er út af í 2 mínútur inn í FH. Og það sem kannski helst vekur athygli hérna, Jóhann Ingi, er það hvernig Guðjón Árnason byrjar í þessum leik. Já, það er eins og hann sé bara hreinlega bætt upp fyrir síðasta leik á spilaðan frekar ólánsamlega eins og er búinn að leika vel og hann virðist hafa byrjað feiknarlega vel. En FH-ingar hafa samsum áður að mínum mati hefur átt að geta verið 2 mörk yfir í þessum kafla en 2 hraður þeirra hafa hreinlega látið bara stela þessu bolta og sem valsmenn hafa síðan svarað með hraðum. Þannig að ef það alltaf eðlilegt ætti þeir að vera yfir FH-ingar þegar nú er staðan jöfn og þeir eru einu manni færri þar og ekki. Já, þetta er fínt, þetta er allt annað líf. Þetta er fínt svona, ég er búinn að setja allt í botn, sko. Ég á ekki að horf. Nú segir forráðamaður einhver félags kaupumann. Já, hérna, Óskar, er þetta ekki bara í þínu lagi? Já, mér er í eðlilegu samhengi. Það er, ég man nú svona, ég veit ekki, fólk viltu fá mig á verstu punktum hér á áhorfendum eða bara svona eins og núna, í rólegheitunum. Já, þetta er svona þessi venjulegi hraði sem ég er bara að tala á núna. Já, mjög vel. Það var bara, við vorum ekki búin að stilla þetta ná, sko. Það er komið í botn og þá heyrum við. Það verður alltaf verið í botni. Þeir eru búin að verja eitthvað annars? Já, jú, það má ég segja það. Já. Sóknirnar hafa verið góðar. Já. Það eru mjög flatar varnir, bæði liðin sáður. Það liggja alveg upp í 6 metrana. Guðmundur virðist vera bara aðeins frá. Já, hann varði nú í fyrsta leiknum. Aldrei lítur rosalega. Og þá fyrir hinn að verja þetta samkeppni landsliðsstöðunar, sko. Það eru þessi tveir. Óskar, þú veist að við komum aftur inn í fréttirnar, þannig að það væri ágætt að fá fréttirnar inn bara núna í eirað og getum við aftur tilbaka á eftir. Já. Þetta finnst mér fáránlegt. Mér finnst bara menn eigi ekki geta fiska víti sem ég gera auðvitað. Það er bara ekki.
þetta verða við. Þá með þetta aftur. Það var ekki tekið löppin á. Já, mér svona fannst eins og væri allavega kom hann við með henni. Skora. Þú var þetta Trúfan, það ekki? Sem klikkað á? Nei, sem tók vitið núna? Hvern? Já. Valdi tók vitið. Já, hann var búinn að skora einu. Beggi tók hjá honum á það. Bergsveinn tók vitið hjá honum á það. Það ekki? Það hlaut að koma að því. Ég er búinn að fiska öll víti sjálfur líka. Þetta er þriðja allavega, ég veit ekki hvort það var eitt sem að...
Hver átti þetta? Þú veit að fara á miðjuna eitthvað? Hvernig, getur þú sýnt okkur þetta mark, Gulli? Getur þú sýnt okkur þetta mark? Svo núna, til dæmis, auka kastinu. Já, áréttur. Ég myndi telja að það væru 6 mínútur núna. Gulli, ertu í sambandi við Svövu? Ég finn hvergi nokkuð staðar hérna út orðin mín í seinni leiknum, bara ef ég fengi að heyra hvernig það er orðað. Ég man það. Segðu henni bara að það sé ekki víst að verði alveg eins orðað. Ég segi þessu minni bara á hérna beinu útsendinguna á eftir. Jú. Það er ekki alveg, ég er ekki með þetta frá orðinu til árs, ég hélt ég væri með þetta, ég hef tekið 2 blöð af hinnu.
Já, Bogi, þeir hafa haft sitt að segja það. Valsmenn náðu 2 marka forskoti hér áðan. Reyndar höfðu FH-ingar það, 2 marka forskot eftir svona 10 mínútna leik. En núna þegar að 3 mínútur eru eftir af fyrri hálfleik að þá hefur Valur 1 marks forskot 11 mörk gegn 10. Valur hafði yfir 11-9 og 10-8. En leikurinn snerist þegar að FH-ingar hafði yfir 7-6. Þá hafði Guðjón Árnason fyrirliði þeirra skorað 6 mörk í röð og þá fór í hönd mikill spennukafli þar sem báðir markverðirnir fóru á hamförum, landsliðsmarkverðirnir Guðmundur Hrafnkelsson og Bergsveinn Bergsveinsson. Guðmundur er nú búinn að verja 10 skot, þar af 2 vítaköst og Bergsveinn búinn að verja 7 skot, þar af 1 vítakast. Og eins og þið sjáum þessum myndum að þá er harkan í fyrirrúmi og hart barist. Bæði lið vilja setja marksitt á hennan leik og hér er það Valsmenn Jakob Sigurðsson sem skorar 12. mark Vals, 12-10 nú þegar að eftir eru rétt rúmar 2 mínútur af fyrri hálfleik. Það er greinilegt að Valsmenn ætla að færa félaginu sínu Íslandsmeistaratitilinn í afmælisgjöf í dag en FH-ingar þurfa að vinna hér til að knýja fram oddaleik, 5. leikinn. Og það fer sjálfsagt nokkuð eftir því hvernig þeim gengur í þessari sókn þegar 2 mínútur eftir hálfleiknum og Gunnar Beinteinsson, hann skorar upp á eigin spýtur 11-12. FH-ingar ætla hvergi að gefa eftir. Og þessar stuttu sviðmyndir af leiknum gefa góða mynd af því sem hér hefur verið að gerast í kvöld í Kaplakrika en við fáum meira héðan á eftir því að seinni hálfleikur verður allur sýndur í beinni útsendingu hér í sjónvarpinu og hefst sú útsending að loknum veðurfréttum í kvöld. En við látum þetta nægja að sinni. Valur hefur yfir 12-11. Það er eins og ég segi, þá helst að hafa 3 mörk klár og hafa mikið fyrir þeim helst að klippa þau saman. Þá kannski kemur sæmilegu kaflinn. Næst gerum við það. Hvað er stutt í okkur? Heyrðu, það er bara ekkert annað en að við vorum með bæði síðustu mörkin í fréttunum. Eigum við það ekki? Já. Býtu, nú er ég hættur að skilja. Eigum við ekkert playback? Já. Það er engin master nema í húsi. Ef við eigum ekkert playback þá skulum við
Já. Já, já. Förum við liðinn og... Nú. Hvar er... Arnar! Óskar, hvar er radiomagginn? Er það hérna hjá okkur eða? Gulli? Já, hérna er hann. Ha, ég var með svo mikið af blöðum og hann var bara ekki undir blóminu svo. 5 mínútur í það. Já, við höfum nóg að hérna... Arnar á gólf. Gulli, Arnar fer inn á gólf, hann er farinn á stað, ég veit ekkert á hvaða kamera hann lendir, ég ætla að lendi ekki annarkot hjá Dönu eða Jóni Víði. Þú talar alltaf endalaust einhverja kameru 5, hvar er hún? Já, já, í viðgerð eða eitthvað. Já. Guðjón með 6. Já. Hálfdán 1, já, og Gunni beinir sig ekki með 2. Ég hef bara glemt að merkja við hann. Jú, sennilega. Já. 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 Býtu við, Jakob er með 1, já, Ólafur Stefánsson með 1 og Dagur með 1. Passar það? 6, 7, 8, 10, 11, 12, já, þetta passar. Ágætt, við fórum yfir þetta. Er þetta betra núna? Ha? Eftir 2 mínútur, þá fer Sammi í loftið. Nei, ég byrja hann að kjúa á mig, heyri Sammi í mér. Já, hann er að koma. Já. Já, ljómandi gott, það er hérna, það er bara huggulegt. Hvað er langt við förum? Allar hann... Ég ætla bara að fá mig sæti hjá honum. Arnar! Já. Bara... Spurðu kallinn hvort hann ætlaði að kompakka í pólitíkinu því strákurinn sé koni í boltan aftur. Hvernig er hérna... Það held ég. Hvernig er... Þú heyri ekki í þér. Ha? Þú heyri ekki í þér. Kemur það eftir? Já, það kemur eftir. Já, ok. Óskar minn. Já.
Já. Heyrðu, nú heyri ég ekkert í... Já, það gerir ekkert til. Já, nú heyri ég það. Ég heyri það hinum megin. Það er í mér núna. Já. Þrjá fyrst, setja hann ynga. Já, já. Jú, ég held það. Annars er þetta náttúrulega held ég algjör stjórnleysingjar bara. Klárir, strákar? Við erum að byrja. Við erum að fara í loftið. Byrjum og ég spyrir þig örstutt fyrir hálfleik. Svo hendi ég niður í Arnar, svo förum við lið. Já, er Arnar tilbúinn líka? Ha? Er Arnar tilbúinn? Komið sælir áhorfendur góðir hér í Kaplakrika í Hafnarfirði er nú leikhlé í fjórða leik Vals og FH Íslandsmeistaratitilinn í handbolta. Staðan þannig að FH hefur skorað 11 mörk en Valur 12 mörk og fyrir hálfleikur verið einkar fjörugur, Jóhann Ingi Gunnarsson. Það voru mjög spennandi leikur, það má segja að þetta hefði skipt alveg í tvennt. FH-ingarnir voru sterkari fannst mér fyrsta korterið og leiddu þetta yfirleitt. Það hefðu átt möguleika að byggja upp smá forskot þarna á upphafsmínútunum en síðan snýrist þetta við og Valsmennirnir náði undirtökunum og hafa verið heldur sterkari finnst mér sem hefur liðið á leikinn og ef ég ætti að meta akkurat í stöðunni núna að þá finnst mér Valsmenn vera sigurstranglegri og byggja það meðal annars á því að Kristján Arason hefur ekki fundið sig í sóknarleiknum né Alessi Trúfan og annað þeirra verður minnst að koma. Já, sjáum til með það hér inn á gólfinu þegar að nálgast seinni hálfleik er Arnar Björnsson og við skulum varpa boltanum niður til hans. Á hérna niðri er ég búinn að koma mér upp að hliðina Matthíasi á Matthísen, fyrrum þingmanni og ráðherra en gallhörðum FH-ingi. Matthías, hvernig líst þér nú á stöðuna? Nú, ég er þeirra skoðunar að síðari hálfleikur, hann verður FH-ingurum hagstæðari heldur en það sem hefur verið núna, sérstaklega seinni hlutin af fyrir hálfleiknum. Þetta er nú ekki nema eins marks munur en þeir hafa nú leikið sér að því að snúa leik við sem hefur verið með alltaf 5 marka mun þeim í óhag. Talar núna sem stjórnmálamaður eða sem íþróttaspekulant? Ég tala svona sem íþróttaspekulant með mikla óskhyggju, ég geti vel sagt það. En þetta eru 2 mjög skemmtileg lið og það er ekki, hvor meginn sigurinn liggur. Það er ákaflega erfitt að segja til það. Þau eru svo jöfn og hafa sýnt það. Og einmitt þessi leikur, hann hefur sýnt kafla hjá þeim báðum, mjög góða. En líka kafla, þannig að þau eru nokkuð jöfn eins og leikurinn segir 11-12. Og sér maður að strákurinn hætti í boltanum, fór síðan í hann aftur. Þú hættir í pólitíkinni, ætlar ekki bara að gera það saman á strákurinn og fyrir pólitíkina? Nei, ég held að það komi nú ekki til greina. Enda er hann náttúrulega miklu yngri en ég, svoleiðis að það var ekkit óeðlilegt og hann kæmi í boltan aftur af því hann lenti í þessu óhappi að liðböndun slitnuðu á vinstra fæti. Það var ekki nóg að þau slitnuðu á hægra, heldur var það líka og hann hefur verið að æfa með þeim og hefur mikinn áhuga á þessu og gaman. Ja, Matthías, áður við skiptum úr leikinn aftur, hvernig fer hann? Hann fer þannig að FH-ingarnir vinna þetta hér í kvöld. Ég samfandur það. Þakkaði fyrir og yfir til þín Samuel. Þakkaði fyrir Arnar Björnsson. Síðari hálfleikur hafinn, Valsmenn byrja með boltan og nú eru þeir manni færri. Jakob Sigurðsson var rekinn út af við 2 mínútur rétt fyrir leikhlé og FH-ingar grípa til þess ráðs að senda Gunnar Bindesson út og gera hann að yfirfrakka á Dag Sigurðsson. Þetta er nú vænlegt til árangurs, Jóhann Ingi.
í vörninni. Það er náttúrulega verður að reyna að taka hættulegasta mannin, en það er nú oft þannig að lið skora einum færri. Það er eins og venn vannmat einhvern veginn þessar 5 og það er voðalega neyðarlegt að fá þannig mark á sig. Já, Ólafur Stefánsson er þarna hægri væng, hann er lipur við að snúa sig í gegn og hér kemur hann með boltan, hann á skotið en það er yfir. Bergsveinn Bergsveinsson sem búinn er að verja 7 skot í þessum leik, kemur boltanum strax fram í leik. Sigurður Sveinsson og Sigurður liggur kannski fullmikið á þarna en F-fangarnir setja þá upp sókn og eru áfram einum fleiri, 5 valdmenn í vörninni og þeir verða að dreifa sér flatt til þess að reyna að verjast F-fangum. F-fangum hefur vaxið sannarlega máttur í þessari úrslitakeppni, sérstaklega hvað varðar skiptur. Kristján Arason er vann að skjóta aftur, Alexander Trúfan er vann að skjóta og Guðjón Árnason hefur verið óstöðvandi í kvöld. Hér kemur Kristján Arason og Halldór Þórðarsson með fallegt mark eftir eina af þessum guldsendingum Kristjáns Arasonar og hann jafnar hér 12-12. Fallegt mark og frábærlega gert hjá hinum unga línumanni FH, Halldóri Þórðarssoni. Þeir búa nú vel að línumönnum núna, FH-ingarnir. Hann hefur leikið vel núna Halldór, hann er búinn að vera meiddur, eitthvað með liðpoka hjá honum, þannig að Þorgils hefur að leika meira en mér sýnist Halldór að klára þennan leik. Hann er búinn að gera 3 mörk á mjög stuttum tíma og hvert öðru glæsilegra. Já, og hér kemur Geir Sveinsson og hann skorar 5. mark sitt í þessum leik. Geir Sveinsson og hefur sýnt gríðarlegan styrk í þessum leikjum. Fær hér boltan frá Ólafi Stefánssoni. Já, ég held að Geir Sveinsson sé að spila handbolta lífsins. Hann er á toppnum og að öðrum ólöstum hefur hann verið að mínum mati besti maðurinn í þessar úrslitakeppni og ef ekki í þessu Íslandsmóti. Hann hefur farið feikilega fram sér línumaður og ég myndi segja það að hann er minnsta kosti, ef ekki að segja 25% af þessu valsliði í dag, bæði í vörn og sókn. Já, og sumir láta hann meira að segja í ljósi þá skoðun að Geir sé einn allra besti, ef ekki besti línumaður heims, en við getum það ekki látið þar við staðar numið því Gunnar Beinteinsson er að reyna að skjóta hér yfir valsvörnina. Guðmundur Hrafnkelsson nær frákastinu og valsliðið kemur á fullri ferð, hefur yfir 13-12 og hér kemur Geir og Dagur Sigurðsson, Ólafur Stefánsson og aukakast. Guðjón Árnason er langmarkahæstur F-fáinga með 6 mörk, Geir Sveinsson markahæstur valsmanna með 5 mörk, Valdimar Grímsson með 3, öllur vítaköstum. Ingi Hrafn Jónsson, hún har skorað 2 mörk og þeir Jakob Sigurðsson, Dagur Sigurðsson og Ólafur Stefánsson 1 mark hver. Og hér kemur Ólafur, hættir við Dagur og óvænt skot og hann skorar! Dagur annars er í nokkuð strangri gæslu en hér kom hann. Já, það má aldrei líta af honum og eins og ég sagði áðan, ég hef einhvern veginn tilfinningun að valsararnir séu sterkari en það er allt of langt eftir til að segja að þetta sé búið og eftir að vita það að nú er að duga að dreppast, annars er titillinn farinn. 26 mínútur eftir af leiknum og F-fangarnir í sókn, Kristján Arason, Guðjón Árnason og nú er skotið í stöng hjá honum. Og Guðjón skoraði úr 6 fyrstu skotum sínum í leiknum. Síðan er hann búinn að eiga 3, ef ekki 4, sem ekki hafa ratað rétta leið. Já, ég finnst F-fangarnir hafa stytt of mikið í sínu sóknum. Þeir léku mjög agaði sóknir framan af og skoruðu nær öllum sóknarlótum sínum. Við sjáum upphafið núna seinni hálfleik að það eru 2 mjög ótímabær skot og það gengur ekki upp talningi þegar við erum undir. Og hér er það Bergsveinn Bergsveinsson sem að reynist á björgunarleiki sem FH-liðið þurfti á að halda. Valsliðið er hreinlega búið að tæta sundur FH-vörnina. Ólafur Stefánsson búinn að koma boltanum inn á Geir Sveinsson aftur og gerði það líka áðan þegar að 13. marki kom. Valsmenn hafi yfir 14-12 og Bergsveinn Bergsveinsson varði þarna 8. skot sitt í leiknum. Guðmundur Hrafnkelsson varði 11 í fyrri hálfleik en ekki fann að verja í þeim seinni. En þá kemur valsliðið og með breytta uppskiptingu. Það er Valur Arnarsson sem kemur úr inn á miðjuna hjá þeim. Dagur út á vinstri vængnum og Ingi Hrafn Jónsson komin á hægri vænginn. Og hér er Dagur. Já, Ólafur lenti því að eitthvað við sem er skóinn sinn. Að hann hafi ekki bundið þrefaldan hnút og reyna að losa eitthvað hann. Þannig að hann kemur fljótlega inn á aftur. Ingi Hrafn Jónsson er hér allsherjar varamaður, kemur og leysir allar stöður. Og Dagur Sigurðsson kemur svo inn á miðjuna og þetta uppbrot á leikmenninu það var ruglað F-fáinga heldur í miðjuna. Já, mér sýnist F-fáingar
verða að breyta varnaraðferð þegar það leikir mjög aftarlega 6-0 vörn og það kemur ekki óvart að mynda reyna að breyta í 5-1 vörn. Við sjá hvað stendur með það. Já. Þá kemur Þorkell Sóttar í að stjórna sóknarleik FH-inga. Sigurður Sveinsson, Kristján Arason, Þorkell Sóttar og sækir þarna í fang Gústafs Ísaksen sem er þarna í vörninni. Það var Þóra stærstur strákur, einn af þessum ungu mönnum. 20 strákum að þessu ári. Hér er Guðjón Atlason með enn eitt frumskotið, 7. mark hans í leiknum. Og hann er búinn að stilla fannbyssuna og minnkar muninn í 13-15. En Valsmenn náðu hér í upphafi seinni hálfleiks. Já, föstum tökum á þessum leik. Já, þetta var mjög mikilvægt fyrir FH til að komast aðeins inn í leikinn aftur. Nú sé ég að FH-ingar eru að breyta vörnina. Þorkels verður að koma fram fyrir. Það er spurning hvort hann tekur dag bara hreinlegur umferð eða hvort þeir fara í 5-1 vörn. Já, sjálfsagt sækir hann mjög að degi og kannski þetta verði eitthvað þarna á milli. Já, svona einhver indjána vörn eins og það stundum kallað. Já. Sjáum til, Ingir Jarl Jónsson áfram á vinstri vængnum. Jón Kristjánsson er ennþá frá vegna meiðsla í valsliðinu. Og hér kemur skot Ólafs Stefánssonar og það er framhjá utanverða stöngina. Og FH-liðið á þess kost að minnka muninn í 1 mark. Þorkell Sóttar finnur Hálfdan Þórðarsson en Valsmenn komst á myndið. Nú er það eldfljótið fram. Og það er Valdimar. Og þvílíkt góðanæði. Þvílíkt marknasta hjá Bergvini. Og FH-ingarnir komið í sókn. Og dæmt aukakast. Og þar var Trúfan heppinn. Já, þarna urðu nú smá mistök hjá dómarunum því að það var greinilega tvígrip á Trúfan. Þetta er nú kannski fyrstu svona augljósu mistökin hjá þeim í leiknum en dómararnir hafa haft ágætustök á þessu. Já. Þá koma FH-ingarnir í sóknina. Þeir sækja hér, Þorkell Sóttar sækir mjög að vörnin alltaf þegar hann er að stjórna sóknarleiknum. Og dómararnir Gunnar Friðarsson, Sigurgeir Sveinsson. Og það var góð að stjórna þessu eins og Jóhann Ingi nefndi hér réttilega á það. Sóknarleikur FH-inga er ekki mjög beittur núna. Það er ekki sama festi í svo upphafi leiks. Og þetta vita menn náttúrulega að þetta er kannski einn af veikleikunum. Við sjáum að Þorkels er að leika sem útspilari. Hann er ágætur í það í smá tíma, en ekki of langa tíma. Guðjón Árnason er enn að skjóta og nú er Guðmundur Hrafnbjörnsson að verja. Og varði þarna 12. skot sitt í leiknum. Já, það vantar ógnum á miðjuna þegar Þorkell Sóttar er, en hann er nú þarna nánast eingöngu virðist manni á reynslunni og svo á að til að lauma sér inn í gegnumvöldinni. Já, en vandi hjá FH var einfaldlega sá að Kristján Arason er ekki að leika þann sóknarleik sem hann hefur gert í síðustu 2 leikjum og ekki alveg sem Trúfan heldur og það var eins og ég sagði ef annarkvort þeirra kemur ekki upp þá tekst þeim ekki að sigra og það er spurning hvort að Sigurður Sveinsson eigi ekki jafnvel bara að fara aðeins út fyrir. Þessi maður, ungi maður, hefur komið óvart að mínum mati í kvöld. Ingir Jarl, hann hefur leikið feikilega vel fyrir Valsmenn, gert nokkuð mörk og auk þess á minnst okkur 2 línustendingar og Geir Sveinsson sem hafa gefið mörk. Hann hefur komið mér mest óvart í þessu leik í kvöld. 3. mark hans í leiknum og Ingir Jarl, þessi strákur hefur oft reynst af Valsmanni vel. Hann er á 23. aldursári og hér er Guðjón Árnason og þvílíkur leikur hjá honum 8 mörk. Núna þegar 21 mínúta er eftir minnkar Guðjón muninn í 14-16. 2 marka mun. Og hann heldur þeim hreinlega á floti, það verður að segjast eins og en félagar hans verða að koma með, þetta dugir ekki. Það vinnur ekki einhver einn maður leikinn, það gengur ekki upp. Það hefur afskaplega innlitsókn hjá FH-liðinu, það verður að segja. Nú FH-ingarnir verða að vinna þennan 4. leik til þess að knýja fram 8 leikinn. Valsmenn eru meistarar, Íslandsmeistarar, sigurinn þeir í kvöld. Vunnu fyrsta leikinn með 11 marka munum, töpuðu síðan með 7 marka mun hér í Hafnarfirði og svo vunnuðu með 2 marka mun síðan til laugardag í miklum baráttuleik. Hér koma Valsmenn, Dagur Sigurðsson og óvænt skot en Bergsveinn er á réttum stað, 10. skoti hjá honum og Gunnar Bindinsson kemur boltanum á Hálfdan, nei kemur hún velja Hálfdan og stöðvaður þarna og aukakast. Valsliðið er gríðarlega snöggt tilbaka í kvöld og það hefur stöðvað marga
margt hraðaflöp í FH. Já, ég held að sko auðvitað leikreynda kannski heildina ekki sigri á FH, kannski meiri. En það eru yngri minnirnir hjá Val og eftir sem að leikjum fjölgar þá á eiga vinnuslíkarnir að vera meira hjá Valsmönnum. Þeir eru yngri og eiga að vera, líkalega betur sem komir, það er spurning þennan landlega styrk þegar á reynir. Sigurður Sveinsson og stöngin! Og það var eins og þú ert að nefna Jóhann Ingi áðan. Sigurður Sveinsson þurfti að koma inn í þennan leik meira og hér er hann kominn. 20 mínútur eftir og eins marksmunur. Valur 16, FH 15. Lægisilega þetta. Sigurður hefur dregið sig svolítið tilbaka í þessu leikum. Hann hefur leikið stórt hlutverki vetur hjá FH-liðinu. Kristján hefur kannski verið að leika alveg vörðina. Hann hefur dregið sig tilbaka eftir að Kristján fór að láta það sér meira að gera. En Kristján hefur ekki fundið sig í þessu leik sóknarlega og þess vegna verða aðrir menn að taka af skarið. Kemur Valsliða fullan. Já, Jakob Sigurðsson fer þarna eftir vörninni, eftir línunni, kemst þó ekki lengra. Dagur. Og hvað gerir hann? Leitar upp í Geir Sveinsson og herpan hjá Geir, alveg gríðarleg. Þarna var það FH kom á vopni, það var að dæma á það leikbrot sem þarna var orðið. En þeir bara láta boltan detta á línuna og ætla sko til þess að Geir hrifsar hreinlega og fari með það. Já, það er svona líka svolítið óryggi í sóknarleik Valsmanna núna eftir að Dagur er tekinn umferð. Nú byggist það mikið á því að Óli finnir sig svolítið en þeir ráða illa við Geir. Hann er mjög hreyfanlegur og hjálpar útispilurunum mjög vel eins og sjáum. Já, og auka kast. Já, þetta er hárréttur dómur. Núna Valsmenn að biðja vítakast en það er alveg óþarft og þessi afmælisdagur í dag að fá einhverja svona gjafir til að klára þetta alveg á eigin getu. Það sterkir Valsararnir. Ingi Rapp Jónsson hefur sótt þarna vel að og staðið sig vel. Hann þurfti nú stundum að fara í vinstra hornið í vetur eftir meiðsli Jakob Sigurðssonar og átti þar marga góða leiki og hefur aukast verið fastur maður í Valsvörninni 1-3 ár ef ég man rétt. Og hérna Ólafur Stefansson og þetta var ekki illa verki staðið þegar hann Það má aldrei gleyma honum, hann brýst gífurlega vel út á við. Þetta veit Gunnar Bindisson, hann er búinn að spila á mótunum núna 4 leiki í röð, en samt sem áður fer hann í gegn, þannig að það virðist ekki skipta máli þá menn þekki hreyfinga leikmanna út í gegn. Þetta er það vel gert að það er mjög erfitt að ráða við það. Já, skemmtilegt hvernig hann hendir sér inn í teginna nær jafnvæginu þegar hann virðist vera á leiðinni út til hægri og frá markinu. Úrliðsskotið er svo gott að hann hittir alltaf. Já, skotgeirinn eða skotvingillinn, hann er mjög lítill en hann hefur verið gífurlega yfirsýn og les markvörðina vel. Og hér er fatið línusending að Hálfdan og Guðmundur Hrafnkelsson með glæsilega. Guðjón Árnason sendi hendina að Hálfdan Þórðarsson og nú var það Guðmundur Hrafnkelsson sem stöðvaði ef-æfingana og það var hann sem fór handfórum hér í fyrri hálfleik þegar að Valsmenn breyttu stöðinu úr að vera 2 mörkum undir í að við komast 2 mörkum yfir. Og þeir eru 2 mörkum yfir ennþá 17-15. 18 mínútur eftir af leiknum og Valsmenn sætja hér við nokkuð erfiðar aðstæður. Valsmenn sóknar eftir hér Dag Sigurðsson út og brýtur upp sóknarleikinn og hér er Ingi Rapp og er þarna í heljargreifum Hálfdans Þórðarssonar. Það eru náttúrulega stærri svæði núna þegar leikmenn leika 5-5 þegar tekjur umferð. Þannig að það reynir meira á varnarmennum að dekka stærri svæði eins og við sjáum. Ólafur og á Jakob Sigurðsson. Og sending aftur fyrir á Geir Sveinsson og þetta er ekki náttúrulega vítakast. Það hefur komið í ljós í kvöld að ef-æfingarnir þurfa helst að hafa 2 til að halda Geir á réttum stað. Já, þetta var glæsilega gert og sjáum hvað þeir þekkja hvern annan. Jakob, hann gefur sendingu aftur fyrir sig á Geir, þeir þekkjast, hann spila saman alla yngri flokkana og þetta skila sér auðvitað í leik sem þessum. Geir Sveinsson og það er Valdimar Grímsson sem tekur vítakastið. Valdimar búinn að taka 4 vítaköst í þessum leik, Bergsveit búinn að verja 1. Valdimar búinn að skora úr 3. 17,5 mínútur eftir. Og Valdimar skorar. Já, ég þarna veikum bletti á Bergsveini. Já, ég hef ennþá sömu tilfinningu og ég hafði í hálfleik. Mér finnst einfaldlega Valsmennirnir eru búin að ná tök á þessu leik og það vantar einfaldlega ákveðni leikmenn FH-liðsins skiptum gír. Hér er Kristján Arason, það komið á honum og hann fær vítakast. Staðan 18-15 Valsmönnum í hag og FH-ingar
breyta þess að minnka muninn úr vítakasti. Kristján stakk sér hann inn og hefði nú kannski ekki alltaf fengið þarna vítakast, en henni var með honum núna. Og Alexis Trúban skorar úr vík. Já, það var svona lykt að þessu, það verið 4 skref sem hann hefði tekið áður og vítakastómur er mjög strangur. En fyrir leikinn náttúrulega mjög gott mál því að nú er hans tækja markamun. Já, það er rétt, það haldið þessu spennunni og það er einhvern veginn finnst mann nú að F-áingarnir leitið mikið lengri en svo valsmennum, þó að þeir leikið við hvert sem fingur valsmenn hér. Að þeir leitið mikið lengri en svo að það verði í þessu rífandi spenna alveg til loka. Ígir af. Og hann fær aukakast. Valdimar Grímsson, Dagur Sigurðsson leitar upp í línuna en Geir Sveinsson var á vinstri vængnum núna og hvergi að finna í námunda við dag. Þeir eru búin að sleppa honum núna á gæslunni, leika 5-1 vörn og svo sjá hvernig það tekst hjá F-áingum. Þóttar hörfa aftur innan 2-3 metra. Valdimar Grímsson. Og heldur vandræða gangur í sókninni og hann fyrir ekki að baula hér. Og langskot frá Valdimar. Og Bergsveit varði og Jakob nær boltanum af gríðarlegu harðvíki. Já, hann hefur gaman af því núna, Jakob Sigurðsson. Flottir við tönn. Þetta hafði hann boltan upp á krossinu. Já, það verður nú að segja sem þess og allir þessi leikir hafa verið mjög drengilega leikir. Það er ekki, maður sér ekki ljós brot í þessum leikum. Það er bara skifulega að menn hafa svona stutt í brosi og þetta er auðvitað svona á að vera í íþróttum og ég held að þetta hafi líka auðveldað dómurunum í öllum leikunum að dæma þessa leiki. En auðvitað eiga eftir að koma kaflar í þessum leiki þannig ekki með F-áingana á mikla munnin þar sem að getur orðið erfitt að gegna hlutverki dómara. Já. Ólafur Stefánsson og Bergsveit Bergsveinsson. Staðan 18-16 valsmönnum í hag og nú reyna F-áingar hvað þeir geta minnka muninn. Þorgils Óttar. Og Kristján. Dregur sig hér út á vængi. Sigurður. Og nú kemur Hálfdán Þórðarsson af vellinum. Og Guðjón Árnason inn og Þorgils Óttar fyrir inn á línuna. Já. Tók boltan með sér svona í leiðinni. Valsmenn leiðu það nú ekki að hann kemist þetta leið. 16-18. Þessi samsetning hefur reynst F-áingum nokkuð mikilvæg í mörgum af þessum leikjum. Já, þetta hefur svona verið það leik sem við spila mest. Halldór komið og skipt við Þorgils eða Alexis Trúban. Það tekið sér margar gamlar góðar sendingar frá Kristjáni og Þorgils Óttar. Við skulum sjá hvað gerir núna. Kristján! Guðjón og hann í heljargreipum þarna tekinn fast. Dagur Sigurðsson sterkur varnarmaður. Fyrir með Kristján og skotið og Guðmundur vel hjá hann. Varði þarna 14. skot sitt. 18-16 fyrir Val en þá. Ólafur Stefánsson og Kristján Arason að stela boltanum af þeim og Gunnar Beintinsson og hann eldfljótur en Guðmundur Hallgeirsson vel. Dagur braut þarna á Gunnari og Gunnar fær í vítakast. Já, hann má vera heppinn að hafa ekki fengið á sig 2 mínútur þarna Dagur því að hann reif aftan í hann. Það þótti klaufalegt hjá valsmönnum en vandinn er ennþá svo sami á F-áingum. Kristján Arason finnur sig alls enga veginn í skotunum og trúir einfaldlega ekki á það. Alexis Trúban skorar þarna annað mark sitt þau eru bæði í vítakostum hjá honum. Og minnkar muninn í 1 mark 17-18. Já, spennan er áfram í þessum leik. Manni fannst svona valsmennirnir hefðu átt að geta að fara yfir en mann fannst það líka með F-áingarnar frá sig upphafi. En þetta hefur verið mikilvæg mörk núna fyrir FH og að munur ekki sé ekki nema 1 mark. 1 markmunur og nú er eftir að þessum leik 13 mínútur. Og sending á Geir. Og Geir fer í gegn með 2 til reiðar. Hreinlega skorar. Þeir ráða ekkert við hann og það virðist vera hreinlega að það þurfi bara að taka hann úr umferð. Sjáu þetta og hann reynir Kristján Arason líka stöðumann og Hálfdán Þórðarsson hélt utanum hann af öllum lífs- og sálarkröftum og Geir fór eins og góður klárhöstum sína leið með boltaninn og skoraði og hóður aftur 2 marka munur 17-19. Geir Sveinsson með 6 mörk. Alexis Trúban fyrir FH.
og Gunnar Myndelsson og Kristján Arason og Þorgils Óttar. Þetta var glæsileg sending en markvarslan ekki síður glæsileg hjá Guðmundur Hallgeirssyni. Guðmundur með 16 skot og nú landsliðsmarkvörðurinn kominn aldeilis á skrið. Það búið að vera sannarlega keppni milli Guðmundar Hallgeirssonar og Bergsveins Bergsveinssonar í þessum leik. Tveir bestu markverðir landsins síðustu misserinn. Það takast hér á og eiga stórleik báðir. Já, þeir eru báðir og Guðmundur hefur náttúrulega bætt sig gífurlega frá síðustu tveimur leikum. Þannig að við F-fáingamennir þeir átt að fá vítakast og náttúrulega er þetta að sjá það, hann var í Þorgils í upphafinu og oft hefur maður nú séð dæmt vítakost akkurat fyrir atriði eins og þetta. Það var kannski gaman að sjá þetta atvik aftur úr því að leikurinn er ekki komin í gang en já, það var spurning vítakast og aðdragandinn að þessu skoti var alveg sérstaklega fallegur. Það var fallegt línuspil. Og hér aðeins töfa leiknum menn eru hér sveittur og blöttir. Hér sjáum við stíðsendinguna. Og já. Og Geir brýtur á honum það leiti sem er að losna. Hann fer svolítið úr jafnvægi við þetta. Þannig að það hefði verið hægt að dæmi víta á það, en það er líka hægt að sleppa því. Ef að menn meta sig svo að hann hafi verið í jafnvægi og skotið sig er frítt. Allt í enn hafa valsmenn áfram tveggja marka. Horskot 19-17 og það er eftir 12 mínútur leiknum. Valsmenn hafa hér haldið hérna Pálmann í höndunum. Meistaratitillinn er þeirra, sigri þeir í þessum leik í kvöld. En F-fáingar verða að knýja fram 5. leikinn með sigri hér. Og á því hafa þeir fullan áhuga, en það hefur bara ekki gengið alveg upp hjá þeim. Kristján Arason verður út af vendinu með sínum mönnum, Þorbjörn Jensson stjórnar sínum mönnum frá bekknum og hér er Dagur Sigurðsson og Ólafur Stefánsson og kemur á ferðinni og hann stekkur henni inn í eyðurnar og skorar alveg stórkostleg mark þessi strákur. 3. markið hans í kvöld og nú er kátt á meðal valsmanna hér í Kaplakrika. Sjáum hér hvernig hann stekkur á milli þeirra. Það verður erfiður róður núna fyrir F-fáinga. 3 marka munur er svona alltaf því og mikill. Og hér fær Kristján annað vítakast. Staðan er 20-17 valsmönnum í hag. Kristján Arason fiskar vítakast. Og nú er hugan að meiðslum hans. Þetta er nú heldur illa þarna. Það sem hefur líka að vanta hjá F-fáingum sem að þeir hafa nú leikið einna bestin í gegnum árin, það eru hraðuglöfin. Þau reynilega hafa ekki komið í þessu leik. Og það mennar minna að þurfa að leika alltaf 6 á móti jafngóðri vörn og valsvörnin er. Og Guðmundur hefur verið feikilega sterkur í þessu leik þar auki. Já, ég var einmitt að nefna það að valsmennir eru líka alveg sérstaklega fljótir tilbaka og þó F-fáingar séu eitt fljótasta liðið. Þetta er sennilega 2 mestu hraðaupphlaupa lið landsins. Og F-fáingum hefur ekki gengið að setja hraðaupphlaup í sín en valsmenn hafa náð sínum. Svona að nokkru leiti í alla fall. Já. Alessi Trúfan og Guðmundur Hallgeirsson hrennir hann til þess að skjóta í gólfið við svo náttúrulega marki að boltinn er yfir. Já, ég held að þessi kafli núna hann sé að ráða hreinlega úrslitum. Það þarf eitthvað mikið að gerast á F-fáingum ef að þetta á að breytast. Þetta er 3. vítakastinn held ég sem fer borgorðin hjá F-fáingum. Það var mikið í úrslitaleiknum. Guðmundur Hallgeirsson með verja 2 og þarna lokaði hann markinu svo að 3. vítakastinn fór borgorðum. 20-17 valsmönnum í hag. 10,5 mínútur eftir. Ólafur Stefánsson hér. Dagur Sigurðsson. Ólafur. Og Dagur. Og Ingi Hrafn. Dagur og Hotkast. Boltinn í vörnina. Bergsveinn náði ekki að laga honum út af. Reyndi nú sitt til þess. Já, tíminn líka vinnur núna með valsmönnum. 3 marka forskot með bolta. Nú er 10 mínútur eftir. Ólafur! Og þarna kom nú bara enn eitt tilbrigði við skotans og einhvern tímann hefði maður kennt svona skoti Sigurð Sveinsson. Já, þetta strákurinn er að koma upp og við sýnist F-fáingar aðeins verða farnir að hengja haus. Mínum að allt og fljótt en valsliðið hefur einfaldlega verið sterkara alveg frá miðjum fyrir hálfleik. 21-17 og nú 21-18. Alessi Trúfan rífur sig loks upp og skorar mark utan að velli. 3. mark hans í leiknum, hinn 2 og vítaköstum. En líkast til kemur þessi
aðgerð seint því að það enn 3 marka minnum, 21-18 og rúmar 9 mínútur eftir. Já, mér sýnist það. F-fáingarnir halda áfram að leita nú að 6-0 vörn og Ólafur virðist vera komin í gang og Dagur hefur að leika vel og Geir hefur að leika vel, þannig að það er erfitt að ráða við Valsliðið í þessum ham. Dagur, Ingir aftur og Dagur aftur og línusending og Geir fær aukakast. Og nú er Bergsveinsson reiður. Já, þeir munu vera reiðar eftir sem að minna verður eftir því að það vita að titillinn er að fara. Já, hættir við. Ólafur Stefánsson og Valdimar Grímsson og boltinn er yfir og Valdimar fær vítakast. Þetta er í 4. sinn sem hann fiskar vítakast í þessum leik. Já, það getur enginn mótmælt þessum dómi. Hann var búinn að losa sig þarna frá varnarmanninum og hann gekk í honum. Þannig að þetta er alveg hárréttur dómur. Og nú er síðasta bán F-fáinga í höndum Bergsveinssonar. Nú 8,5 mínúti eftir 3 marka minnum, 21-18, Valdimar Grímsson, Bergsveinn og Bergsveinsson er! Og kannski eru F-fáingar ennþá inn í leiknum. Já, Bergsveinn, hann neitar því að gefast upp allavega. Kristján og Guðjón, Kvætir Guðjón, 7 marka maður í þessum leik og hann er stöðvaður. Guðjón Árnason, 8 marka maður í þessum leik. Srindar. 18-21 og nú taka Hafnfirðingar við sér hér í Kaplakrika. Heita allra krafta áhorfendur hér. Valur Hildrúfan og Kristján og línusending og Hálfdan og Guðmundur Hrafnkelsson. Það átti hans svar við þessu. En F-fáingar hafnir, þeir fá aukakast. Sjáum hér Bergsveinn Bergsveinsson verja vítakastið og svo kom Guðmundur Hrafnkelsson og varði úr dauðafæri og nú eru 7 mínútur og 40 sekúndur eftir. Það er gífurleg barátta í vörninni hjá Val og það munar Guðmund í þessu formi. Og þetta er ennþá 3 mörk og tíminn er orðinn skammur. Já, það eru 17 skot sem að Guðmundur Hrafnkelsson hefur að skuldast hér á móti 12 hjá Bergsveinssyni sem líka hefur leikið vel. Og 7,5 mínútur eftir. Við sjáum það að sóknarleikur F-fáinga þeir komast einfaldlega vart í gegnum þessa vörn. Alessi Trúfan og Guðmundur Hrafnkelsson og það er að byrta inn á línunni og Valsmenn halda boltanum. Guðmundur Hrafnkelsson, hann er í ógurlegum ham. Hann er í ógurlegum ham og eins og ég segi, svona leiksins vegna myndi vilja geta sagt að það var ennþá möguleika fyrir FH en mér finnst bara allt snúast með Valsmenn núna. Þeir eru einfaldlega frískari líka. Þeir eru frískar, við sáum leika hraðan, handbolta ennþá. Valsmenn byggjum sókn hér, Jakob, strangri gestur Sigurður Steinsson orði í horninu. Ólafur Dagur og hann er að koma til gegn og hann fær aukakast Dagur Sigurðsson. Djarfur, ungur maður, einn af þessum fjölmörgu drengjum í Valsliðinu sem að ná tvítugsaldri á þessu ári. Já, feikilegt efni og þarna erum við konum með stráka sem á að kippa strax inn í landsliðið. Mínum að þetta áttur að vera inn í Svíþjóð í hóknum ef við erum að hugsa 95 því að þessi strákar þeir verða klárinn þá og þurfa að fá þitt tækifæri. Já, Dagur og Ólafur jafnadrandi þarna, hægri í næstum og á miðjunni. Og hér kemur Dagur og Ólafur og Valdimar og dæmir í töfumversta. Já, þetta er rétt úr dóma. 20 og já, það eru 6 mínútur rúmar eftir af leiknum, 18-21. Og Guðjón Árnason kemur hér með eina neglingur á tík, 9. markið. Já, þetta var það sem þurfti. Þetta var svona framlengt hraðublöp má segja. Þetta hefur verið vandi hjá F-fáingum, þeir hafa ekki náð hraðublöpunum. Og Valsmennirnir reyna núna kannski svipað á F-fáingum að leika langa sóknir. Þeir vita að ef þeir skora núna þá er ekki nema 5 mínútur eftir. En við skulum sjá. Sjáum til 5 mínútur og 40 sekúndur eftir. Valsmenn reyna hér að halda þeim tökum á leiknum sem þeir hafa náð. Og Dagur og Ingi Rafn. Og fær aukakast 5,5 mínútur eftir. FH 19, Valur 21. Hér er Ólafur Stefánsson og Bergsveinn Bergsveinsson. Ver hjá honum og Ólafur fær aukakast. 5 mínútur og 15 sekúndur. Þorbjörn Jensson situr enn rólegur. Það er svona ekki til þess að æsa hann upp. Það er hans mannum í hag. Nú er bara að halda haus eins og þess að í handboltanum. Dagur og Valdimar og skorar og gjörsamlega lokuðu færi. Þetta var vel gert. Já, þetta var vel gert.
Ég fannst nú að Bergsveinn ætti að verja þennan bolta. Já, Þetta var það utarlega, en hann skaut að vísu mjög vel. geysilega vel. Hann átti ekki nema 1 metra af vellinum þarna, rúmulega góð. Hann hafði samt að teygja sig langt út í teig. 4 og 40 eftir 22:19. Og Halldór Þórðarsson sendur þarna við og valsmaður í 2 mínútur út af það er Dagur Sigurðsson sem fær refsinguna. Út af í 2 mínútur, það verður ekki verið mikið að brottvísun með þessu. Nei, það segir allt um leikinn. Þetta hefur verið, menn hafa leikið drengilega, það hefur verið hart tekist á og það hefur reyndað að vera að mínum mati alla leikinn. Kristján og hann fær aukakast. Jakob Sigurðsson fórnar höndum þarna vilna fá ruðning og það er nú sannarlega mjótt á munum oft á tíðum hvort það er brot varnarmanns eða sóknarmanns. F-fáingar vildu fá vítakastið sko og valsmennir rauning. En tími vinnur með valsmönnum, það er ekki nema 4 mínútur. Þeir, að mínum mati ef þeir vinna bolta núna þá er ekkert þetta að gera í þessu. Nei, þetta er svona, mér finnst það svolítið vera íslensk túlkundómara þetta að mönnum leyfist að ryðjast til að fá vítakast. En það er nú löng umræða sem við skulum láta vera hér. Boltinn framhjá, en þarna var Gunnar Bindensson fyrirliði fæinga djarfur, reyndi að hafa fæinga að búin að missa af boltanum, stakk sér inn í teginn og blakkaði honum áfram, en hitt ekki. Og nú eru valsmenn aldeilis með pálmann í höndum, 4 mínútur eftir tæpar og hafa 3 marka fórst og 22:19 og þetta er maðurinn sem að hefur, sem að valsmenn geta þakkað þessa stöðu, sannarlega Guðmundur Hallkelsson, 18 skota maður í dag, 2 vítaköst tók hann á skömmum tíma í byrja hálfleik og hann hefur gert sitt til að draga kjarkinn úr F-fáingum og það er jú ekki gott að leika gegn sterkri vörn og svo virðist ekkert komast framhjá þegar að framhjá henni er komin. Nei, hann hefur leikið fengilega vel og valsmennir verið að snýta þessa stöðu vel, spila vel á stöðuna, gefa sér góðan tíma. Davíð Arnarsson þarna komin inn hjá Valur Arnarsson, segi ég. Leikmaður með 14. Það vantar svona meiri kraft í F-fáingarna ef þeir ætla að gera eitthvað í þessu 6-5. Þeir verða að taka meiri áhættu. Þeir láta eða valsmenn að ráða ferðinni í jafnvel einum færri. Já, ég held ég megi segja að það hefur ekki verið eitt einasta hraðöflug hjá F-fáingars leik eða hvað? Það er búið að vera kannski 1-2 en ekkert á það sem er á að venjast í F-fá. 3 mínútur eftir núna, 22:19 fyrir Val og Valdimar með línusetning og Gunnar Bindensson nær boltanum, kannski kemur núna þetta langt frá, nei, Ígir Rafn Jónsson, hann er búinn að skila sín í þessum leik, stelur boltanum og Valdimar og Bergsson ver hjá Jakobi, hér er aldeilis fjör og stuð og Gunnar Bindensson og hann skorar 20-22, færa hálfleikmarkið, Gunnar Bindensson. Leipir hér vatti af spennu í leikinn og það er aldrei á seint, þeim en stundum. Það er alveg rétt, handboltaleikir hafa sýnt að þeir ráðast á sekúndum og sekúndubrótum og manni finnst samt einhvern veginn að valsmennirnir séu sterkari en auðvitað verður maður að segja leiksins vegna væri það tífalega gaman ef við næðum að stela boltanum eins og einu sinni viðbót og sjá hvað gerir svo. Já, sjáum til, 2,5 mínúti eftir, staðan 22-20 og þeir taka sér góðan tíma, dómararnir, aðeins að íhuga gangmála hér. Geir Sveinsson ræðir hér við sína menn og helur í þá kjark og baráttu. Já, þeir setja hann inn og hann hefur vanastlega ekki verið inn á þeir einum færri en hann á greinlega að sjá til þess að menn spiliði betur en þarna kemur Dagur inn og þannig að valsmenn eru með fullskipalið. Já, hafa fullskipanir núna síðust 2 mínútur leiksins, 2 mínútur og 15 sekundur og 2 mörk hafa þeir yfir valsmenn. Og 1 mark þurfaði til að gullríkja. Já, sjá til Dagur. Ólafur og Ígir Rafn og það er hann sem á skotið og Bergsveinn ver og F-fáingar koma hér þeim með enga tíma að missa, Kristján og Guðjón og línusetning á handanum og framhjá. Já, hérna 1 mínúta 45 sekúndur eftir og þarna fór gullið tækifæri á Hafnfirðingum. Já, þetta er þurft að ganga upp og þá voru virkilega möguleikar til þetta. Klukkan stöðuð hér 1 mínúta 37 sekúndur eftir
Valsmenn, sumir hverjir, eru nú svo eftirvæntingafullir að þeir eiginlega gleyma að klappa. FH-ingar hér gegn Valsmönnum. Klappa enda á sínum mönnum. Kraft í hug, en það Valsliðið sem að hér hefur undirtöki núna bæði á bekkjum og á gólfi. Það var tækjamarka fólkskot Valsmenn þegar 1,5 mínútur eftir 28-20 og nú vilja áhangendur Vals Íslandsbikarinn og ekkert annað á þessum 82 ára afmælisdegi Vals. Og það ekki spurning. Jakob Sigurðsson, Víkir Örn Jónsson, kemur boltanum á Geir og Geir missir hann og ræður blöð og Sigurður Sveinsson og hann kemur boltanum fram hjá Guðmundur Hallgrímssyni. Guðmundur hissa og vill á ruðning en hann var nú búinn að hlaupa á móti Sigurði, Sigurður sá hann aldrei og þetta verður held ég að skoðast alveg. Já, það var aldrei ruðningur á þetta og Geir náði ekki tökum á boltanum þannig að það getur allt gerst ennþá. Það ennþá mínútu eftir. Það skyldi þó aldrei vera ennþá ná að snúa þessu við. Þeir geta enn knúið þeim framlengingu allavega FH-ingar. Valur 22 og 21 og það eru 50 sekúndur eftir. Valsmenn sækja og nú hafa þeir rankað í sér stuðningsmenn FH sem að sátu hér dagsæðir eftir að halda Þorvaldsson skaut fram hjá tæpum 2 mínútur til leikslok. Nú þeir staðnir og nú ennþá von, nú ennþá kraftur og liðin takast á vellinum og áhorfendur hrópast á hér sitthvorum megin við völlinn. Og Ólafur Stefánsson tryggir Valsmönnum, já, sigur held ég Sjóvallað, undirstrika það. Ólafur Stefánsson skoraði 5. markið og það mikilvægasta 23-21 þegar 26 sekúndur eru eftir. Frábærlega gert, laumaði boltanum þarna yfir Bergsvein. Einu leiðina sem fær var úr erfiðri stöðu. Já, þetta ótrúlega daufasterkur sem strákur. Sækir alltaf í sig veðrið og skorar helst þegar stutt eftir. Já, nú getur ekkert að kraftaverk breytt þessu, en það mun ekkert breyta þessu. Íslandsbikarinn fer á Hlíðarenda, eins og deildarbikarinn og bikarinn sem kemd í bikarkeppninni. Já, það má segja þeir hafa skipt hlutverk við FH-ingana frá því í fyrra. Já, FH-ingarnir unnu alla þessa bikar í fyrra. Nú eru það Valsmenn sem eru með fast tak á þeim þriðja og 2 eru þegar komnir inn í skáp á Hlíðarenda. Kristján Arason og Guðmundur Hallgrímsson. Það er hann sem á hér, já, síðasta orðið, 13 sekúndur, 23-21, aftur Guðmundur Hallgrímsson og Geir Sveinsson sendi boltann yfir endi langan völlinn. Það Lína og Geir, Valsmenn fagna, 4 sekúndur eftir þegar að klukkan er staðfuð. Guðmundur Hallgrímsson varði hér 19. og 20. skotinn og það er sannkölluð Hlíðarenda stemning hér öðru megin í Kaplakrikahúsinu. Sannkölluð Hlíðarenda stemning hér Reykjavíkur megin í húsinu. Já, það er ekki skrítið, þetta er stórkostleg stund að vinna Íslandsmeistaratitil og Valsmenn séu nú alvanir því. FH-ingar eiga þetta aukakast eftir en þeir geta ekki minnka munin nema í 1 mark. Þeir ná ekki að jafna til þess að híminn á skammur 4 sekúndur eftir. FH-ingar með boltann og hér er óþarfar tafir því hér eru aðeins 4 sekúndur eftir. Ég veit ekki alveg eftir hverju þeir eru að bíða. Dómararnir Guðmundur Sveinsson, Gunnar Viðarsson og flauta til leiks á ný. Kristján Arason og hann réttir Valsmönnum boltann og þeir taka strengina í hendur. Þetta endar jafn drengilega og þetta hefur gengið allan leikinn. Já, það var róslega báðanliðum fyrir það og það er mjög gott fyrir íþróttuna og handboltann. Því það er oft harða baristættur í þessum leikjum en það verður að segjast eins og að ég tel að besta liðið hafi unnið. Já, besta liðið vann, segir Jón Ingi Gunnarsson og Arnar Björnsson hefur náð hér heljargreipum herðar Þorbjörns Jenssonar. Hérna niður á gólfinu Þorbjörn Jensson, þjálfari Valsmanna til hamingju. Já, þakka fyrir. Varstu aldrei hræddur að þið varuð að missa lestinni núna? Jú, þetta var maður alveg hræddur það alveg fram að því að voru 20 sekúndur eftir og við 2 mörk yfir, þá vissi ég að það var ekki hægt. Þessi leikur spilast mjög betur fyrir ykkur heldur en hver þeir síðustu? Já, aðalatriðið var í þessum leik að við vorum
yfir mest allan leikinn. Við höfum alltaf haft á brattan að sækja hina 2 leikina og ég held að það hafi gert gæfumunum. Við gátum alltaf haldið smá svona fjallað í þá. Spennufall hjá ungu strákonum eftir mjög góðan fyrsta leik. Síðan kemur áfalli hér í Krikanum. Þú ekki verið banginn það að þetta væri ómikið álag fyrir það? Jú, þetta er maður alltaf hræddur það. Ég meina, þeir eru nú ekki nema 19 og 20 ára þarna, svona flestir af þeim og maður var hræddur það kannski að álagið yrði mikið og þau myndu brotna niður en það er alls ekki. Mótspyrna FH-ingana kom ykkur hún á óvart? Já, ég meina, við vitum það að FH er mjög gott lið og við vissum það að við erum að taka rosalega og þeir eru reynslu mikið lið en ég held þeir að vera orðnir þreyttir núna. En nú eru þið að gera það sama og FH-ingar gerði því fyrra, vinna nánast allt. Er þetta ekki svona töluverður skemmtilegur endur að verða á tímabilinu? Jú, þetta er mjög skemmtilegt og ég verð að segja það að ég held að við verum að hætta núna því allir byggarnir eru búinir. Segir Þorbjörn Jensson og við skoðum til hamingju. Og hann er farin yfir til sinna manna, ég ætla að skipta yfir til ykkar. Takk fyrir það, Arnar Björnsson. Það er kátt á hjalla hér í Kaplakrika. Það líður þetta stemning. Valsmenn hafa tryggt sér Íslandsbikarinn, unnu hér FH-ingar með 23 markum gegn 21 og hér eru þeir lýstir sigurvegarar sýnist mér. Ég næ nú ekki að eiga Íslandsbikarinn en Jakob Sigurðsson er kominn hér á háhest og hvort að Anna var að taka við bikarnum eða hvað? Nei. En við erum komið svo langt fram í dagskrána að við fáum nú ekki fyllt svíð þegar að Valsmenn. Jakob Sigurðsson. Þetta er komið með Jakob Sigurðsson. Hann fær hér blómvang frá stuðningsmönnum sínum. Jakob, þú ert að hætta núna í boltanum. Já, það kom að leiðalokum að sinna allavega. Þú gamall fyrirliði liðsins, meiðist, kemur síðan aftur og endar þetta með glæsibrag og það á afmælisdegi Vals. Er þetta ekki ótrúlega til að vera satt? Jú, það er það. Það er ekki hægt að fara fram á meira. Ég einsetti mér að markmiði vetur þegar ég meiddist að ég skildi ná úrslitakeppninni og ég ætla mér á ásamt félag mínu að vera Íslandsmeistari á 10. kemstíðabellinu og það er ótrúlegt að spila það gengur. Ég er þakkláttur fyrir það. Þakka þér Jakob fyrir skemmtilegan handbolta í gegnum tíðina. Takk sömuleiðis. Og þar með skulum við skipta aftur út í þín Samúel. Það er mikil gleði hjá Valsmönnum sem að fagna Íslandsmeistaratitlinum eftir hörkubaráttu við FH-inga. Takk fyrir Arnar Björnsson. Jakob Sigurðsson átti hérna síðustu orð Valsmanna að þessum sinni. Eftir mjög alvarleg meiðsli kom hann aftur á ótrúlegan hátt og átti sinn þátt í þessum sigri. Valsmenn eru Íslandsmeistarar. Við náum ekki að fylgja því eftir þegar þeir taka við Íslandsbikarnum hér í Kaplakrika. Erum löngu búin að sprengja okkar tíma. En Valur er Íslandsmeistar og hefur þar með unnið alla 3 bikara vetrarins. Samúel Örn Erlingsson, Jóhann Ingi Gunnarsson og Arnar Björnsson. Við þakkum ykkur samfylgdina. Verið sæl. Aldraðra Jakob. Gulli, á ég eitthvað að lýsa þessu í bikar? Já, ég mitt allavega til á öðru spóri. Ég skal bara gera það. Það er ekki segir leikir, það er búið. Það er ekki setja mætna að þetta. Nei, ég veist ekki hvað það var. Hvað segirðu, Gulli? Hvað er að ske? Já, bara taka það.